Ég ætla að taka hérna fyrstu spurninguna sem kom líka. Ég veit ekki alveg hver vill grípa hana en ég ætla að prófa að spyrja hana. Það er hérna spurning frá Runólfi: hvaða áhrif hafa nýlegar breytingar á gjaldtöku bílastæða með gatnagerðargjöldum á hagkvæmni þess að byggja bílastæðahús ofanjarðar eða bílakjallara neðanjarðar? Ég veit ekki alveg hvort einhver treysti sér í þessa spurningu. Þetta er djúp spurning. Kannski bara, eða Hrönn, er þetta eitthvað sem þú vilt eða kannski get ég beðið panelistana að hafa þetta í huga í þeirra svörum á eftir? Þetta er náttúrulega bara mjög áhugaverð spurning. En ég hef bara því miður ekki svarið við henni. Þetta er kannski eitt af því sem að... Ég treysti mig smá í hana. Ok. En samt ekki mikið. Ok. Þetta er sem sagt í raun og veru verið að breyta gatnagerðargjöldunum þannig að hér áður fyrir var verið að gefa ákveðin afslátt af bílakjöllarunum. Og það er verið að breyta því í dag og færa inn nýja gjaldskrá sem í raun og veru að gefa í staðinn, búa til afslátt fyrir bílastæðahúsin. Þannig að það séu í raun og veru það sem var í fyrr var í raun og veru ákveðin hvatar til þess að byggja kjallarana. Þannig að það er verið að breyta því. Stuttasvarið og ekki biðja mig að spyrja mig að dýpka. Þetta er svona, já, þetta er hérna punktasvarið. Svo held ég að sé verið að vinna að bara svona reiknivél sem á að gera auðveldara að bera saman svona hluti á síður Reykjavíkurborgar, bara varðandi gjöld og gatnagerðargjöld og fyrir þess. Áhugavert. Heyrðu, þá bara ætla ég að þakka fyrir frábær erindi, Hrönn og Þorsteinn. Margt í gangi, greinilega. En við höfum líka fengið með okkur í lið stjórnendur og sérfræðinga úr stjórnsýslueiningum til að segja aðeins frá sinni upplifun og hvað þeirra vinnustaðar getur lagt til málana. Og það eru þau Elín Þórólfsdóttir, teymistjóri starfsumhverfis mannvirkjagerðar hjá HMS, og það er Borghildur, arkitekt og deildarstjóri deiliskipulagsáætlana hjá Reykjavíkurborg, og Ólafur Árnason, forstjóri skipulagsstofnunar. Og það sem er mjög óformlegur fundur hjá okkur, þá sitjum við vissulega ekki í pallborði, heldur bara hver er sinni starfsstöð, en ég ætla samt að fá að kasta til þeirra bara sömu spurningunni til að byrja með. Fyrsta spurningin eru bílakjallarar og bílastæðahús til umræðu innan ykkar stofnana og ef ekki, ættu þau að vera það? Og Elín, þú ert hjá Húsnæðis- og mannvirkjastofnun sem er svona sú stjórnsýslueining sem fer með húsnæðismál í landinu. Hvernig er umræðan bílastæðamál hjá ykkur? Já, takk fyrir Íris. Í dag er þetta nú ekki svona sérstaklega skilgreint umræðefni hjá okkur, hjá HMS, en við erum mjög opin fyrir samtalinu og viljum vera upplýst þessa þróun í þessum málefnum eins og öðrum. Því það eins og hefur komið fram, þá er þetta mjög mikilvægt, sérstaklega eins og með tilliti til sjálfbærni, mannvirkjagerð, þá viljum við auðvitað horfa á áhrif þess að mismunandi gerði bílastæða, hvað þau hafa á kolefnisspor bygginga og sveigjanleika þeirra til framtíðarinnar. Og eins og komið það fram, þá er talið að bílakjallar hafa meiri kolefnislosun. Þeir krefjast auðvitað mikils uppgraftrar, dýprar jarðvegsrags og mikillar notkunar á steypu og stáli. Og þetta eru efni með hátt innbyggt kolefnisspor á meðan svo bílastæðahúsin, þau gætu verið þessi sveigjanlegri kostur, krefjast oft minna magns af efnum og eru svona mun auðveldari til framtíðar breytinga. Og ef við horfum aðeins svona fram í tímann og göngum út frá þessu þróun að dragi úr bílnotkuninni, þá er alltaf, eins og Þorsteinn talaði auðveldara að umbreyta bílastæðahúsum í önnur not heldur en að vera bara bílakjallara sem eru þessi dimmu og lokuðu rými sem getur verið erfiðara að finna nýtt hlutverk. En þannig að í sjálfbærnisamningi væri eflaust bílastæðahús jafnvel betri valkostur þegar horft til lengri tíma. En á sama tíma verðum við auðvitað að hugsa einnig samfélagslega þætti, því við erum ekki öll eins. Við getum ekki bara fækka bílastæði með að fæsta fjær heimil og þjónustu án þess að tryggja aðgengi fyrir alla. Eldra fólk og hreyfihamlaðir eða aðrir sem þurfa svona öruggan og greiðan aðgang að heimilinu sínu eða þjónustu þurfa alltaf að vera teknir með í myndina. Og við þurfum að ná jafnvægi á milli þessara þátta, sjálfbærni og samfélagslegar ábyrgðar. Já, þannig að til að draga saman það sem ég segir þetta
bílastæðahús og bílakjallar eiga klárlega heima í þessari umræðu sjálfbæra byggð, en það mun eflaust ekki vera þannig að eingöngu eitthvað eitt eða ein lausn sem mun virka fyrir alla. En við þurfum að hugsa lausnum sem bæði styðja umhverfismarkmið okkar og tryggja gott aðgengi fyrir alla. Því svona framtíðin snýst sveigjanleika og hanna innviði sem geta aðlagast að breyttum þörfum framtíðarinnar. Takk fyrir. Ólafur, þú ert forstjóri Skipulagsstofnunar. Hvernig snýr þetta af þér og ykkur? Það fyrsta lefinu að segja að það mjög margt áhugavert sem búið að koma fram í dag þessi mál. Þessi umræða búin að vera, held ég, hjá okkur eins og mörgum öðrum bara að þróast núna síðustu mánuði og ár. Það eru ótrúlega kostir sem að fylgja þessum bílastæðahúsum eins og þeir eru kynntir í dag og við teljum að í rauninni má segja að ég held að við munum alltaf vera að horfa á blandaða lausn. Stundum, til dæmis eins og núna í Keldnalandinu, þá einmitt bæði pláss fyrir bílastæðahús, það ímynd til þess að gera þetta. En ég held að við verðum að horfa til þess að í einhverjum tilvikum verðum við, ég að færa með hana frá uppþvottavélinni, út að ég í vetrarfrí. Ok, nú erum við komin aftur. Það sem við erum líka að horfa núna það náttúrulega talsvert þörf. Við erum með dálítið hraða uppbyggingu í dag og það ákveðin transition tími í gangi. Það sem að þessi lausn getur gert að verkum það jafnvel að við séum að byggja til framtíðar aðstöðu sem að getur þá þróast með uppbyggingu þessara svæða og kannski uppfyllt ákveðna kröfu sem í dag áður en að til dæmis borgarlínan kemur inn það að hafa rými. Þannig að þessu leyti það mjög áhugavert. Fyrir utan það að sokkin kolefniskostnaður af því að fara í þessi mannvirki til framtíðar eitthvað sem við ættum að forðast eins og við getum. Hins vegar kemur að þessum hlutum eins og rekstri og kostnaði sem ég hefði áhuga að sjá betur. Það skiptir máli náttúrulega afgjald af notkun eins og þessum sé sanngjörn og það því áhugavert að sjá hvernig byggingar og rekstrakostnaður og rekstrarform og annað muni virka á þessu. Ég hef skoðað svona hús erlendis, skoðað til dæmis eitt í Norðurhöfn og það sem mér þótti vera áhugavert við það með tilliti til skipulag var hlutverk hússins, ekki bara sem bílastæðahús og ekki bara sem bílastæðahús með verslun og þjónustu, heldur var hann ákveðið samfélagslegt hlutverk í húsinu líka. Þarna voru vellir fyrir ungt fólk til þess að stunda íþróttir, gæsluvellir og annað slíkt. Og það kannski þetta svona tækifæri til samnýtingar og eitthvað svona samfélagslegs hlutverk sem ég held að geti líka skipt verulegu máli. Fyrir utan það að við erum að auka þá tækifæri til þess að geta skipulagt önnur rými sem núna eru aðgangur að og frá bílastæðakjöllurum undir hverju húsi á annan hátt og þar alveg gert hverfin að ég tel meira aðlaðandi. Hins vegar eru þarna hlutir sem að maður myndi vilja sjá og fá betri upplýsingar Hvað erum við að tala í svona þessu rekstramódeli og hvernig getur það gengið saman við það sem við viljum sjá að gerist með húsnæði eins og þetta í framtíðinni. Og fyrir ekki þess að þetta ferðalega á mér hér íbúðuna áðan. Takk fyrir. Þá höfum við Borghildi. Þú ferð fyrir deiliskipulagsáætlun í Reykjavíkurborg og þar hefur mikil uppbygging átt sér stað undanfarin ár. Hvernig lítur þetta við þér? Já, Sælaugur, takk fyrir bara frábær erindi áðan og ég verð alveg að viðurkenna fear of change. Ég held að þetta sé líklegast fallegustu setning sem ég fyrir og held að þetta sé eitthvað sem við þurfum að horfast í augu við gagnvart þessu breytingaferli og þessu menningarbreytingu sem við þurfum að gangast í gegnum. Vegna þess að ég finn það alveg, að vantrúin á það þegar við erum að reyna að boða
bílastæðahús í deiliskipulagsáætlunum alveg gífurlega mikil. Við fáum iðulega að vita hvað vont veður hérna og hvað þetta sé ómögulegt og við þurfum öll að fá okkar stæði. Því í raun og veru fjallar þetta ekki hjá okkur að vera endilega að halda áfram með einhverju svokallaðri aðferð eitthvað slíkt. Við erum að skaffa bílastæðin, við viljum bara geta skaffað þau á annan hátt og á hagkvæma hátt og umhverfisvænni hátt og notum iðulega dæmi það þegar við leggjum í kringluna þá erum við ekkert endilega að pæla í vegalendunum þar. Við bara tökum það stæði sem og þurfum mögulega að labba 200, 300, 400 metra inn í kringluna. En það sem líka kannski í þessu varðandi svona menningarbreytinguna að við erum að miða okkur sannarlega við nágrannalöndin okkar sem eru komið miklu nær, sem eru komið með sínar almenningssamgöngur á allt annað level heldur en við. Þannig að það alveg, við vitum alveg að brekkan brött. En það þarna fleiri svona þættir inni sem eru líka og komið inn á þess áðan varðandi bara það hvernig við mætum sem manneskjur í umhverfinu. Í Danmörku mikið verið að horfa á það að stærsta frelsissvipting eldra fólks þegar það missir bílpróf og þess vegna verið að skoða það að það getur orðið miklu sjálfstæðra heima hjá sér lengur eða til að mynda hefur vanist því að nota almenningssamgöngur fyrr og ekki bara allt hættir þegar hættir að geta keyrt. Þannig að við erum að reyna núna á einhverjum svona ungbarnaskrefum að gera deiliskipulagsáætlanir sem miða að því að við séum með bílastæðahús þar sem að fólk geti þá keypt sig inn í það konsept. Erum að prófa það á Veðurstofuhæðinni og höfum hugað í að skoða það líka í Ártúnshöfðunum á verkefnum og svæðum þar. En þetta byggist náttúrulega líka á trúverðugleikunum og við séum með markaðselement í þessu, þannig að þegar við tölum blandaða lausn, þá þurfum við einhvern veginn samt að stíga það niður og skoða, við þurfum annarkvort ætlum við svona svolítið að stíga svolítið fast og vinna og trúa á þetta, af því að við erum líka að búa til markaðsumhverfi og búa til þannig að við séum sannarlega að skaffa bílastæði fyrir fatlaða nálægt og þannig að það sé allt saman samkvæmt lögum og reglugerðum, en að þetta sé svolítið konsepti sem að fólk sé að kaupa sig inn í og þar held ég að skipti bara hellingsmáli að við séum að gangi í gegnum kynslóðabreytingar, þannig að þó við séum kannski að tala inn í umhverju sem trúir mismikið á þetta núna, þá þetta bara framtíðin upp á að gera hvort við ætlum að eyða peningum í eitthvað fasta án þess að vita hvort við eigum eða deilum bílnum. Þannig að þetta eru all elementin í þessu, þetta umhverfis, hagfræðileg, samfélagsleg og þessi mannskilegu element. Þannig að við þurfum að, það er mjög áhugavert hvað kemur út af þessari rannsókn sem í gangi núna hjá Hrönn og Co. Algjörlega og það er mikið búið að koma inn á, það er búið að koma inn á breyttar ferðavenjur og kolefnisspor og kostnað og svona ýmislegt sem bendir til og ánað að Þorsteinn gat allavega sýnt þarna einhverja tölu 15-20% lægri kostnaður mögulega. Ég veit ekki hvort einhver hefur reiknað út tölu fyrir kolefnissporið en já, og eiginlega er ég svo rosalega ánægð með það mitt, hvað er líka búið að tala mikið svona breyttar venjur og þessar tilfinningar okkar til bílsins og svona og það verður þetta er alveg, allir bíði spenntir eftir þessari rannsókn, en ég er líka mjög, já, þetta er svona, við erum alveg bara snert á einhverju svona fyrstu tölum, það væri svo gaman líka að heyra ef ef í einhverjum öðrum verkefnum hefur verið eitthvað svona virkilega reiknað út og svona, þannig að þá getum við haldið annan fund ef ykkur vil segja frá því, ég veit ekki hvort frá öðrum verkefnum, Veðurstofureit eða Landspítala bílastæðahús, ykkur hefur á einhverjar svona konkrét tölur, þá viljum við gjarnan heyra því. En þá bara svona alveg í lokin, við höfum 4 mínútur, ef að þið viljið segja eitthvað bara svona, hafið til dæmis eitthvað framtíðarsýnina, hvernig verður staðan eftir 5-10 ár eða eitthvað svona lookback á það sem aðrir hafa sagt. Elín, ég ætla að gefa ykkur öllum bara 1 mínútu, byrjum bara aftur á Elín og svo Ólafur og Borghildur ef þið viljið koma ykkur lokaorð. Já, takk. Við getum verið svona nokkuð vissum að byggingarinn, hann verður í töluverðri þróun á næstu árum, munum við sjá að umhverfiskröfur verði strangari, það verður meira áherslu á endurnýtingu byggingarefna og hringrásarhagkerfið
og lífsfærisgreiningarnar verða algengari sem verkfæri til að taka svona upplýstar ákvarðanir og þá munum við sjá til dæmis eins og hámarkslosun bygginga verður skilgreind með lagalegum viðmiðum eins og við sjáum nú þegar í öðrum Norðurlöndum og það mun þá hafa þessi beinu áhrif á efnisval og hönnunarferlið þar sem hagaðilar munu einbeita sér að því að lækka kolefnisspor bygginganna og þá á sama tíma styðja svona betur við líffræðilegan fjölbreytileika og svo þessi sveigjanleiki sem við höfum verið að ræða oft í dag að við viljum ekki vera að byggja mannvirki sem vera jafnvel úrelt eftir örfá ár. Þannig að markmið hjá okkur hjá MS er ávallt að tryggja svona að framtíðarbyggingarnar séu bæði sjálfbærar, sveigjanlegar og samfélagslega ábyrgar. Takk. Ólafur, hefur þú eitthvað svona lokaorð? Ég vil taka undir það sem að hér var sagt og ég held það að við munum sjá vonandi að þessar kröfur fari líka að endurspeglast betur inn í skipulagslöggjöfina, sérstaklega varðandi kolefnisspor og svona loftslagsmál í skipulagi. Ég vil svona bara aðeins enda því að taka undir það sem að Borghildur er að nefna. Sko, það er alltaf ákveðin ótti við breytingar. Ég held við sem hérna til dæmis búin að vera að ræða lausnir sem að eru sko verulega áhugaverðar. Ekki bara með tilliti til þess að leysa ákveðna þörf, heldur til þess að ná fram betri gæðum í því sem við erum að gera í framtíðinni, í okkar svona, þú veist, hverfum og það sem við búum og lifum. Takk fyrir, Borghildur. Og þá bara í lokin þá held ég að þá sé kannski alltaf leið að klára að segja að það sem samt skiptir og endilega miklu máli núna það er rýmið á milli húsana, það er skalinn og það er að við séum að upplýsa í deiliskipulagsáætlunum veðurfarslegar, birtulegar og efnislegar rannsóknir þar að segja við erum í vissu hvað við erum að búa til, hvernig fólk geti ferðast þannig að við getum sagt að við séum alltaf að búa til það besta sem við höfum vel á hér þannig að við getum aðlaga hús og aðstæður þannig að við vitum að það sé gott að vera upp á yfirborðinu og ekki niður í kjallara. Frábært, takk kærlega fyrir og hérna klukkan er 1:01 og hérna við náum ekki að svara hérna 2 spurningum sem bárust seint en hérna þið getið séð þar í spjallinu og veltum fyrir ykkur en hérna já, bara langar að þakka hérna Hrönn og Herdísi og Þorsteini fyrir mjög góð erindi og hérna spennandi og flott verkefni sem er í gangi og ykkur Elínu, Ólafur og Borghildur fyrir hérna að vera með okkur í spjallinu í lokin og þá ætla ég bara að slíta þessum fundi og takk fyrir okkur. Takk fyrir að halda. Takk fyrir.